1, 2, 1, 2, 1, 2.
1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Ég heyri eitthvað illa í mér hérna. Þessu hérna. Verið hjartalega velkomin í seinni leik Íslands og Færeyja í, þetta eru vináttulandsleikir. Halló. Hanna ertu? Er ég eitthvað, já hanna. Hanna heyri ég mér. Já, herru, þetta er seinni æfingarleikurinn og hörkuleikur í gær. Já, endaði með 2 marka sigri Íslands. Þetta er undirbúningur, svona loka undirbúningur liðana fyrir European Open sem er haldið 4. til 8. júlí í Svíþjóð. Eða í Partille í... Já, samhliða Partille mótinu. Leikurinn í gær, þetta var svona kannski bara eins og maður bjóst við. Eða bara, mér fannst þetta hrikalega flottur leikur hjá stelpunum og auðvitað náttúrulega var smá í maganum fyrir fyrsta landsleiknum en... Já, bara eðlilegt að sé svona smá spenna í hópnum og stelpunum að spila sína fyrstu landsleiki og svona, þannig að það er bara hluti af þessu. En þetta var bara hrikalega flottur sigur og fullt sem Dagur Snær og Gunni Magg geta tekið út úr þessu. Já, ég held það er bara alveg hárrétt. Herru, ég ætla bara að fara yfir liðin. Já. Lið Íslands er skipað hann í dag, nr. 1 er Ingunn María Brynjarsdóttir, nr. 12 er Sif Hallgrímsdóttir, nr. 16 er Elisabeth Millie Elíasdóttir, nr. 2 er Ester Amíra Ægisdóttir, nr. 4 er Þóra Hrafnkelsdóttir, nr. 5 er Dagmar Guðrún Pálsdóttir, nr. 7 er G. Kristín Áskisdóttir, nr. 8 er Kristbjörg Erlingsdóttir, nr. 9 er Arna Karitas Eiríksdóttir, nr. 10 er Solveig Þormundsdóttir, nr. 11 er Guðrún Hekla Traustadóttir, nr. 13 er Rakel Dóratea Ágústsdóttir, nr. 14 er Alexandra Ósk Viktorsdóttir, nr. 17 er Lídia Gunnþórsdóttir, nr. 18 er Eva Gísladóttir og nr. 21 er Ágústa Rún Jónasdóttir. Liðin eru að labba hérna inn á. Þjálfarar Íslands eru Dagur Steingrímsson og honum til aðstoðar er Gunnar Magnússon, Halldóra Ingvarsdóttir, Jóhann Ingi Guðmundsson og Andrea Þórey Hjaltadóttir er sjúkraþjálfari. Ég ætla að kynna hérna snöggvastlið Færeyja. Það er nr. 1 Anita Dahl, nr. 12 er Gilda Neistabø, nr. 2 er Silja Geirsdóttir, nr. 4 er Sára Horðrá, nr. 5 er Ró Reginsdóttir, nr. 7 er Jóhann Jóhansen, nr. 8 er Ragul Borglíð Jóhansen, nr. 9 er Helena Dahl Magnúsadóttir, nr. 14 er Guðrún Andreasen, nr. 18 er Sará Berg á lag og nr. 19 er Marta Haugard, nr. 20 er Elín María Rabba, nr. 23 er Silja Mörkare Kruse, nr. 27 er Fjóla Skálum Willem, nr. 28 er Karin Beth Kjærbekk og nr. 30 er Elíta Jónsson. Þjálfarar Færeyja eru Agnar Jónsson og honum til aðstoðar er Íslendingurinn Kristinn Guðmundsson, Momoko Nakamura, Angeli Jónsson og Sebastian Kristjansen. Dómarar leiksins eru Magnús Kári og Ómar Örn Jónsson. Hvað segirðu, Herbert, þetta er hvernig heldur þessi leikur verði í dag? Þetta fáum við ekki bara sömu spennu. Það er svona, má alveg búast við því að hann kannski svona haldi áfram með að rúlla svona mikið að finna svona sitt lið fyrir þessa leiki á European Open. Svona finna hverja hann getur treyst á og svona. En ég held að það verði bara svona svipað på teningnum. Sjá náttúrulega að það eru smá breytingar á hópnum. Það náttúrulega eru aðeins með stærri hóp að æfa fyrir mótið og þá er að gera að gefa öllum leiki. Þannig að bara fínt. Hann er með 3 markmenn í dag, þannig að við sjá hvort að Ingunn spila allan leikinn síðast í gær. Þannig að spurning hvað hann gerir í dag. Sara Rún dettur út og hún Guðmunda. Og innkoma Sif Hallgrímsdóttir markmaður og G. Kristín Áskisdóttir hægri hornamaður. Þannig að það er bara gaman að sjá hvernig þær þá að spila sína fyrstu landsleiki. Bara líka gaman að sjá bara öflugir leikmenn, bara margar öflugar stelpur
bara í þessu landsliðs. Svona bara jafn og góður hópur síns mér. Já. Þannig að það verður bara gaman að fylgjast með þessu. Líka náttúrulega bara gaman fyrir þessar stelpur að fá svona alvöru leiki fyrir mótið. Þetta er svona format sem Færeyjar og Íslendingarnir hafa komið sér upp saman. Fyrir 2 árum þá fóru 16 ára og 18 ára liðið til Færeyja og núna koma færeysku stelpunar hingað. Ég held að strákarnir sé að fara núna í fljótlega 18 ára og 16 ára landslið. Jú, er það ekki bara í næstu viku held ég? Já, ég held að sé í næstu viku eldra liðið. Já. Og svo fer yngra liðið aðeins þegar nær út að þeirra mót ekki fyrr í ágúst. Já, já. Þannig að fer aðeins nær mótinu. Og kannski hérna dómara leiksins, Magnús Kári Jónsson og Ómar Örn Jónsson. Það er alltaf að hafa þetta allt undir kontról. Það var þjóðsöngarlag. Eigum við ekki að standa upp hérna líka, Jörgen? Jú. Já. Það var bara allt í reiðu held ég. Gaman að sjá hérna fjöldi fólks mætt, styðja sín lið. Já, gaman að sjá mætinguna hérna í dag. Já. Ég er ekki best að við nú deilum á Færeyingana linknum. Já, ég held að nú búið að því, en þú getur aldrei góð vísa of oft kveðinn. Sjáum hvernig það fer. Þetta eru miklu vinir mínir hann í Færeyjum, þannig að ég segi það er góður við þá og deili linknum. Já.
16 ára lið Færeyjar mest megnis skipað af leikmönnum frá H71 í Þórshöfn. Já. Var í svona og einhverjir hluti af leikmönnum spila líka hjá Kristni í EB. En ég heyrði það bara í gær að það eru leikmenn þarna inni sem eru bara í þessu verkefni og síðan eru nokkri leikmenn sem koma til liðsins við European Open. Hann hefur valið sem sagt einhverja 5 eða 6 leikmenn sem ferðast með liðinu til Íslands og síðan einhverja 5 aðra leikmenn sem ferðast til Svíþjóðar með þeim. Já, það passar. Sjáum hérna Ísland, þeir... Halló. Og það er rússablokkin og það er skotíslá. Og frábær sendingen, frábærlega varið hjá Gildu. Hún heldur áfram að verja frá því í gær. Frábær markmaður Gilda. Gilda á næsta böbb og frábær finta hjá Silju. Silja Gestsdóttir, frábær leikmaður. Halló. Þarna komin inn. Þarna er ég komin inn, loksins. Þarna gefur Silja með frábært skot. Já, vel gert, en frábæra varið. Þetta er Elisabeth Milli. Já, hún byrjar í dag, Ingunn byrjar í gær. Marta Haugard. Frábær finta hjá henni. En við byrjum þannig í dag að Arna byrjar í horninu, Rakel í skyttunni, Ester á miðju, Kristbjörg í hægri skyttu og Dagmar í horni og á línunni er hún Solveig og Elisabeth í marki. Byrjum með réttendan hérna hægra megin. Og Ester kemur í, Sjá, hér spilar Hommejuka, Rakel kemur á og góð vörn hjá Karin Beð. Sterk stelpa. Skref. Frábær vörn færeyska liðinu. Færeyska liðið tekur varnarskiptingu. Elín kemur út af og Guðrún kemur á miðjuna. Og Arna með alvöru mark. Vel gert. Sjáum að Ísland byrjar hérna í 5-1 í dag. Svona aðeins að breyta til. Prófa ýmsa hluti. Frábær sending og Karin Beð. Við erum með frábæra sendingu. Já, komst hann framhjá sendunum sem er svona erfitt þegar hún kemst svona bak við hana einhvern veginn í þessari vörn. Það var hættulegt. Nú gegn Dagmar skorar. Sjáum, færeyska liðið með rétt þetta stelpu, þannig að hægra megin. Óefni hjá Silju. Horfa. Ok. Ok, við höldum boltanum. Það hafðist.
Já. Hann ná ekki skiptingunni, þá er það 5-1. Þá spilar hann 1. Næsta setur upp í 1. Svo Arnar leys ekki á inn. Og það eru vinnað saman. Láta boltan ganga. Horni komið, já, vel spilað. Og Dagmar með frábært mark. Já, vel gert. Flott spil hjá stelpunum. Boltinn er að ganga betur. Örugg eitthvað stagulað upp eða bara láta bolta ganga fyrir sig, losa boltan. Þær voru svolítið í gær, voru alltaf að breyka tilbaka. Það er bara markmannsskipting strax. Anita Dahl kemur inn á. Agnar, þjálfari Færeyinga, hlýtur að vera að pröfa eitthvað. Já, Gildan náttúrulega spilaði allan leikinn í gær, þannig að hann vill örugglega gefa öllum sénsinn. Víti, já. Frábær blokk hjá Karinu, nei Karin Beth. Og Estersson bindur sig alveg mikið á línumanninn. Í staðan fyrir að treysta. Og boltanum. Silja Geirsdóttir. Já. Hún var svona öflugasti leikmaður Færeyinganna í gær. Já, þetta er bara hárrétt. Já. Marta Haugard. Svo ákveðan í vörninni. Og þá kemur Ester út af. Og Lydia kemur og stýrir yfirtölunni, hugsa ég. Sjáum hvað við spilum. Það sé ekki bara 2 stuttur. Jú, þetta ekki. Jó, hérna. Það er aggressívar hérna í vörninni. Frábær sending. Dagmar að byrja þetta vel. Já. Lydia með frábæra sendingu. Já. Færeyingarnir spila 4 á móti. Nei, 5 á móti 6, afsakið. 4 fyrir utan var orðið sem ég ætlaði að segja. Já, Elisabeth með hennar. Það er bara að keyra. Já, og svo. Já, vel gert. Arna óheppinn. Já. Bara flott hugsun hjá Ragni. Óheppinn bara. Smá stress í gangi, hugsa ég. Fínasta byrjun hérna hjá íslenska liðinu. Já, bara kraftur í stelpunum. Já. Gott spennustig. Góð vörn. Já, frábær. Þannig að bindur Ester sig ekki eins mikið á línumanninn og þá getur hún nátt breykinu utavert. Já, skemmt. Lína. Vel varið líka. Já. Þetta er okkar fjórði boltinn hennar Elisabeth. Já, hún er gert það vel. Það var Marta Haugard komin inn á. Frábært spil og Dagmar með flott mark. Já, það hjálpar Íslandi mikið að vera með hérna réttendan hægra megin upp á að láta boltan detta niður í hornið. Sammála því. Dagmar að njóta góðs af því. Bara líka flott að sjá hérna boltinn að ganga svolítið. Þetta er ekki, við erum ekki að stimpla alltaf tilbaka aftur eftir fyrstu árás. Já. Eins að þrýst á þær, hrikalega flott, áfram svona. Og Silja kemur Lína. á. Það sé rétt hjá Magnúsi. Já, ég held það líka. Þetta er frábær dómari.
Vel spil... Þetta frábær hugsun. Já, vel gert hjá Sólveig Bróibin. Ég kann virkilega vel að meta það þegar línumenn fá boltann og sjá að hornamanninn koma að hjálpa að droppa honum á hornamanninn. Já. Mikilvæg stóðsending. Vannmyndin líka. Já, mjög. Frábærlega varið. En Hún fekk hann í andlitið hana í fyrra skotinu. En Rakúl Borglið skorar. En mér finnst hérna færingarnir vera aðeins í smá erfiðleikum með varnarleikinn 5-1 vörnuna hjá Íslandi. Já, bara Kristbjörg að spila þetta vel hana fyrir framan. Hún bara með flotta handavinnu og dugleg og það bara færingarnir tóm tjóni. Fyrir skipti. Já, og svo upp í loftið. Það ég vilja sjá Rakel líta sér upp. Já, þannig að maður bara má taka eitt skrif og hoppa upp. Já. Þetta var frábærlega spilað samt. Bara flott stimplun og losum á réttum tíma og þannig að bara margt gott að gerast hjá okkur bara á þessu tveim leikjum. Silja kemur og Guðrún skorar. Þannig að þetta sjá Rakeli að lyfta sér aðeins ofar í vörninni. Já, hún má bara þjappa með. Það er náttúrulega meiningin með þessari vörn er að þjappa öllu. Þannig að verðum við að hreyfa okkur. Það er við sjá Kristbjörgu ákveðna. Hún bara mátt þar í gegn. Já. En Magnús spyrir bara fólk að róa sig hérna. Já. Hún fékk sér ekkert oförum. Og svo aftur. Frábær markvarsla. Geggjum markvarsla. Frábær spil. Já. Silja keyrir á þetta. Já, horfa hana hínum megin. Skynsamar. Já, og svo. Áfram. Bara halda pressunni. Halda. Frábærlega gert. Einmitt svona. Frábært. Það er ákveð þetta sem við vorum að auglýsa eftir. Já, bara halda pressunni. Við vorum svolítið í gær bara að stoppa og róa á kannski tímum sem við höfum geta pressa áfram, skilju. Arnar tekur leikli. Já. Bara hrikalega flott. Færingarnir að gera nokkra breytingar. Við séum Sará og Horrá að koma inn. Það er frábær framburður hjá mér. Já.
Hún Sara, hún byrjaði leikinn í gær, spilaði vel. Já, þetta er kraftmikið steppa. Já, hávaxin. Já. Þá vil ég fá bara, eins og ég held að þeir kalli þetta Ísland. Já, flest lið farin að kalla það, enda mjög mikið spila hérna á Íslandi. Steg á línu. Flott vörn. Mjög góð handa hérna. Fín vörn. Svo maður komið líka nýr línumæður. Já, hún hérna Silrið. Ég held að þessi stelpa spila með hjá Kidda í EB. Já. Svona senast þeir yfir sig. Það er bara fínasta hugmynd hjá Söru. Sara á. Færingarna farið 5-1. Já, og spá hvort það sé ætli bara að vera í því eða hvort það sé út að ná ekki skiptingu. Það er náttúrulega gerði þetta aðeins áðan. Það er svona 3-2-1. Já. Og Anita Dalver. Bara fyrsta skot sem hún klikkar, hún dæmar. Já. Flotti 2 markmenn hjá Færeyingum. Já. Og tækni, handa höndunum vel uppi. Já. Þetta eru skotin sem hún vill fara í þessari vörn. Já. Fá skotin á nærhornið, markmann á að taka þau. Flott vinsla hjá Örn og markmanni. Já, við sjáum þetta, það hafa ekki náð skiptingunni. Við kemur hérna inn á Elín í vörnina, í þröstin. Það eru hæri. Og já, flott skot hjá Rakeli. Já, hann fekk hún náðum flugbrautinni. Sjáum að við erum að ná að teima svolítið hátt upp á völlinn. Nei, þessi fá bara út af. Já, eitthvað. Treysti sér ekki að skipta, það var á 5-1. Ég held að hægri skipta væri bara hann að hægra meginn, en hún var búin að koma sér aðeins nær vörninni og sendi þá þar að leita á Magnús skora. En svona er þetta hluti af þessu. Má stress. Já. Kannski leikmenn sem ekki vanir að spila mikið saman. Finnst mér línumaður bara getur vera frýr. Nei. Já, frábært spil í Færeyingunum en Elisabeth Milli er flottur markmaður. Það verður vel. Dæmir lent. Magnús Kári með þetta allt á hreinu. Já, og Rakel kemur út af og Alessandra Ósk Viktorsdóttir kemur inn á. Þú séum ekki að fara í... Alessandra er að fara í hægri skyttuna. Já. Hann er bara að leyfa öllum að pröfa. Já, það færist Krispir yfir vinstri megin. Þarna þetta er Uga ansi hátt út. Já.
horfa. Já, Já, hanna. og hún sá þetta alveg hefði minn. Já. En vel varið hjá Anítu Dal. Já. Já. Aftur. Frábær markvarsla. Aníta Dal. Frábær markvarsla, tvöföld. Já. Hún bara að koma sterk inn. Já. Það er eiginlega, má alveg bara segja það að markmennir eru að halda þeim inn í þessu. Já. Það eru tóku tjónu með þessa 5-1 vörn. Já. Og lína þarna bara ofni hjá Rakúl. Vel spilað hana. Það er að stytta aðeins skrefið. Og frábært spil og Aníta ver. Þetta... Hún er bara búin að loka markinu. Og 2 góða markmenn greinilega. Já, bara gaman að sjá þetta. Já. Við erum að fara að halda fram breyta liðinu. Við erum Ágústa og Þóra að koma inn á. Já. Já. Vel varið. Kristbjörg að verja vel. Elisabeth. Elisabeth minna ég, já. Og Kristbjörg Ég vissi ekki þetta. spila góða vörð, segi ég. Já. Og það sem ég ætlaði að orða þetta. Já, Arna kemur út af. Þóra inn á. Arna búin að bara vera kraftur í henni. Já, snögg fram. Þóra markaðist í gær. Já. Þráttur að spila bara fyrir hálfleikinn. Og svo. Nei, vil ég sjá Kristbjörgur losa boltan áfram. Já. Já. Dagur segir það sama og ég bað um. Hún hefur meitt sig. Og Sebastian Kristiansen, sjúkraþjálfari Færeyinga, tekur hér við henni. Vonandi er þetta ekki alvarlegt. Fengi einhvern sting á öxlur að segja. Já. Ekki þægilegt. Og þetta var bara frábær hugmynd. Já. Grímur varnarleikur. Svolítið að hnoða inn á línu. Ísland er að spila frábæra vörn. Já, 4 mörk á sig á 20 mínútum. Og sóknarleikur er bara búinn að vera fínt líka, Heppi. Það er bara óöfnar með dauðafæri. Já, margir tæknifélagar. Þannig að það er bara... Og Sara skorar. Já, Elisabeth var í þessum bolta. Og Róbin. Já, við séum að hún er svegt út í sjálf að segja. Það er bara gott að vera með skap í þessu. Já. Keppniskona. Hér næsta. Þá er það Kristbjörg og við fáum Ágústu hérna út. Já. Stór og stæðileg stelpa. Já. Og þannig. Sama á áðan. Búin að vinna manninn, láta ganga. Já. Og við fáum aftur bara Karó. Já. Og áfram með boltan og losa. Já. Það vantar aðeins bara ákveðni hann í alveg Já. Ætla sér í gegn. Jesús. Já. Já. Svona er þetta bara stundum. Anda meira skapi í mömmunni í hana. Það er þarna einhver staðar. Það er smá stress. Já, ég hugsa það.
Já, og frábært mark hjá leikmann nummer 8, Rakúl. Já, Rakúl Borglíð Jóhansen og þá Það að leysa svolítið á blindu hliðina. kemur Dagmar út af og G. Kristín Ásgeirsdóttir kemur inn á. Já. Já, fín. Já, þetta alltaf svona næstum því. Já. Og Þóra áfram. Og svo verður að skjóta. Og Þóra, já, þetta var Þröngt verið. Já. Og ég sé að Guðrún Hekla Traustadóttir að hita hérna upp. Já. Svo sé ekki að koma í skiptingunni Ester. Ég gæti trúið því. Og keira. Og áfram. Smá stress í Alessandru. Já. En hún rífur sig upp úr þessu. Ég trúi því. Þá kemur, já, flott, finta. Þetta bara kraftur í þessu. Krafturinn kemur mjög langt. Flatur varnarleikur hjá Ester. Já, þetta var hún. Sara Berg á lag. En Íslendingar taka leikli eftir að hafa fengið 3-0 kafla á sig. Við erum svolítið búin að detta niður á hælana, svona seinustu mínútur og sóknarleikurinn hefur verið svolítið stirður. Já, náttúrulega líka búið að vera mikið breytingar, þannig að kannski svona aðeins að slípa sig saman. Komið sér inn í leikinn. Já. En bara hörkuleikur. Færingarnir líka kannski komnar með fleiri svör við þessari 5-1 vörn. Já. Það er ekki mikið skorað inn í fyrir hálfleiknum. Nei, bara leikur varnarleiks og markvarða. En Elisabeth er búin að standa sína plikt vel og sama með Anítu Dahl og Gildu. Þetta er bara 3 hörku markmenn á samt Ingunni og Sif. Þetta eru flotti markmenn sem eru hérna í dag. Já, ég sammála þér. Og Kristbjörg kemur hérna hægra megin aftur og Lydía inn á miðju og Guðrún kemur þarna vinstra megin. Er ekki farið með þetta rétt? Jú, Guðrún Hekla, Traustadóttir. Flotti leikmenn. Já. Alexandra og Ester fá pásu. Og Lydía kemur hérna og flott. Og já, þetta var fínt skot. En vel varið á Anítu Dahl. Já. Það er ákveð bara, ég finnst við vanta fleiri skot fyrir utan. Já.
þarf ekkert alltaf að fara í gegn. Nei. En með fleiri spilmyndum saman, æfingum saman, þá kemur þessi taktur. Já. Og skemmtilegt kerfi hjá færingunum. En óheppinn hún hérna Silfrið. Náttu nú hugsa ég ekki að fá boltan upprunalega. Nei, hún hérna Guðrún Andreasen. Átti held ég að fá boltan. En hann datt svona skemmtilega fyrir henni. Þá það skipti, held ég, og það kölluðu hana. Og vel spilað og Þóra með flott mark. Já. Það er bara flott sókn, Anna fekk boltinn að ganga og kom góð finta og stimplun út í horn, bara flott. Yes. Já, ætlaði að reyna sama kerfi áðan, en Selrið var ekki alveg með hann á hreinu. En... Góð gegn sterkfinta. Já, ég held að sé rétt. Hún tók eitt hann að auka tipp. Já. Það er frábær finta hjá Sará. Já, full auðveldlega framhjá Lídíu fyrir mynd með. Já, og keira. Stuttasendingar hana bara. Skemmtilegt. Frábær sending að Guðrúnu á Ágústu. Seinni bylgjan. Gaman að sjá þetta. Lídíu á punktinn. Skorar. Það er ekkert verið að bara slá hann inn. Vel varið. Hann er í sammáladegi, Gíða mátt koma hann í hjálp. Já. En Elisabeth ver vel. Já, Magnús er að útskýra hérna fyrir Kidda. Einhverja handboltareglu sem ég held að væri líka tvígrip, en gott að Maggi sé hérna, kann handboltareglum upp á 10. Frábært frábært. Góð háörn, óöfnað bara. Þrjátíu sekundur eftir, sjá hvað við fáum hérna. Teig. Já, ok, þetta var satt hrikalega flott mark hjá Guðrúnu. Já. En var aðeins og sein. Já. En við komum aftur í seinni hálfleik. 10-7 hérna í hálfleik.
sjáum hvað liðin ætla að bjóða okkur upp á í seinni hálfleik.
Jæja, jæja. Jæja, Jörgen. Já, Já, hann er stöð. þá erum við mættir aftur. Eva Gísladóttir byrjar í hóndinu, Já, og Þóra í hinnu og síðan er Guðrún, Lydia og Kristbjörg og línu er Ágústa. já, út í línan bara. Það er eina breytingin er að Eva kemur inn fyrir Gíðu í horni. Og Elisabeth hún heldur áfram í markinu. Sjáum hérna hvað við spilum. Svo kemur klippingin. Já, Skref. þetta er rétt. Við erum bara að vera of langt frá. Já, sammála því. Það mátti vera komin nær vörninni. Já. Já, smá stress hérna til að byrja með. Smá tapaði boltarinn af. Það vantar bara svona smá ró. Og Já, góð varnarleikur. Það er bara mjög öflugur varnarleikurinn í byrjun hjá Færeyingunum. já, búið að þétta vel. Og frábært skot í Lydiu. Kemur á ferðinu og bara hamrar. Já, Þarf ekkert alltaf að finna sig í gegn. Ágústa lætur finna fyrir sér hérna í vörninni. Já, flottu varnarmaður, Ágústa. Já. Hún er skitta í upplæðið, ekki? Jú. Já. Er að leysa línustöðuna líka. Spilar skiptuna í HK. Já, Skemmtilegt. þetta geggjuð sending frá Já. Jóhansen á Karínu. Ekki rétt hjá mér. Jú. Karin Beth, afsakið. Já. Þóra með flott mark. Hoppar, býður og skýtur sér á markið. Bara eins og hann gerir þetta. Niður í fjær. Niður í fjær, ánægð með þetta. Og Silja með, já, þetta var vel gert hjá Silju og Karin með. Já, Guðrún hann inn í teig, lendur með hann í fanginu, þetta er hárið vítakast. Og Silja skorar, Silja Geirsdóttir. Yfir og Kristbjörg. Og vel varið hjá Anniku Dahl. Við erum svolítið að skjóta fyrsta tempói. Já. Maður skjóta svolítið svona í hægri hendina á henni. Já. En Annika er búin að koma vel inn. Já. Það er Jóhann Jóhannesson. Þannig lendir Þóra.
Þetta var Ágústa aðeins og ákveðið í vörninni. Já. Ég held að það sé bara rétt hjá Magnúsi. Já. Þóra aðeins leipur út af vörninni og Jón Jónsson skorar. En þá er það bara næsta sóf. Við tökum markmann út af. Elisabeth er komin á bekkinn og við erum 6-6. Já. Og þá er hérna Kairó. Við fáum ekki Lídíu síðan á. Nei, boltan áfram hann af Kristbjörgu. Og svo kemur Guðrún. Fínt, fá fríkast. Vinna tíma. Hendur komin upp. Það var færing. Það var eitthvað bras og Íslendingunum að skipta og færingarnir tóku eftir því og voru aðeins svo mikið að flýta sér. Aðeins ræstar. Ég get bara líka viðurkennt að Þóra sem á að vera að skipta hérna, hún hefur ekkert gert þetta í sínum flokkum. Færingarnir mjög framalega. Guðrún gerir þetta vel. Alveg við að koma sér í gegn. Já, en flott bara. Það sé þetta. Já, við erum að ná að vinna hérna bara inn manninn. Já, áfram í boltan. Já, hún afturtapaði boltanum, maður kominn inn. Og Eva gerir þetta vel. Vel gert. Vel gert hjá Evu. Fer í flotta fintu og bara mark. Gerir sitt fyrsta mark. Kemur Silja á, hann lappar og svolítið framhjá Kristbjörgu. Já, en Solveig kemur og hjálpar. Já. Flott vörn, hjá stelpunum. Þannig að við fáum hérna. Staðan 13-10 fyrir Ísland. Lítið skorað inn í dag. Þetta var skemmtileg pæling hjá Kristbjörgu en Solveig var farin. Einn fram, nei einingi. Við erum snöggar aftur. Það er þriðji boltinn sem við náum svona hérna bara á fyrstu mínútunum. Rakel og Dagmar gerir sig klára. Já, og yes. Já, lítið. Vel gert. Kraftur í henni hérna. Já, flott. Flott stemming hjá stelpunum líka á bekknum, bara gaman að sjá þetta, það er mikið samheldni. Greinilega búið að nýta tíma vel í að kynna hvor annar í vetur og orðna miklu vinkonur. Já. Og keyra upp. Kemur Júkin. Guðrún. Klippir hérna. Já, og áfram.
Og áfram. Já. Vantaði að setja bara í jörðina. Þetta er svolítið erfiða sendingar, millisendingarnar. Smá lína. Jóhann Jóhannsen var... Vel varið. Já, vel varið og Elisabeth Midley. Þetta var ekki lína, þetta var teigur. Já, hún var ekki alveg... var svolítið týnd hvað hún var. Hún var bara að elta boltan. Þetta gerist. Já, Guðrún fær pásu. Rakel kemur inn. Já, Guðrún komið flott innkomu. Bara hrikalega sterk svona ákveðin. Já. Nei, hann var bara farin að hugsa skotið, þarf að muna að grípa fyrst. Já. Það er svolítið mikið af tæknifeilum. Nei. Já. Og Jóhann Jóhannsen. Og þá tökum við einn vinstri. Minnst hún bakka svolítið langt út. Já. Getur farið styttri í vinnu. Já. Agnar tekur leikhlé. Já. Í stöðunni 14-10, Ísland í vil. Ég held að það sé bara rétt í Agnari. Aðeins bara róa stelpuna sína niður. Búin að tapa svolítið mörgum boltum í röð núna. Já. Já, þá kemur Dagmar innan fyrir Evu. Já, það var ekki langar margar mínúturnar sem Eva fekk. Dagur bara rótar þessu vel og Silja og Elisabeth Midley er Búin að vera vel í dag. Já, bara hrikalega flott markmaður. Já. Vel spilað. Þarna. Finnst þú stundum vera að skjóta alltaf snemma, í staðan hún getur aðeins beðið. Já, við erum svolítið bara að hoppa skjóta. Já. Ekki hoppa, bíða og skjóta. En það lærist. Hanga aðeins í loftinu, mikilvægt í horninu. Og flott mark af Fjólu, Skálum, Vilhelm. Hann fáið sendingu bak við sendirinn og náum ekki að færa nóg hratt. Líklega er að stýra þessu. Já.
Það var línan orðin alveg frí. Já. Svolítið að... Já, flott hjá Kristbjörgu. Já, það vera svolítið langt frá markinu. En... Mér finnst þess að klippinga vera svolítið langt frá markinu. Í staðan fyrir að sækja betur vera grimmari að sækja beint á markið. Sammála því. Þetta er meira svona upp í stúku. Silja... Já. Þetta er rétt. Þetta er rétt. Þetta var bara óefni, ég held að þetta sé bara góð viðbrögð. Já. Þetta getur gerst. Þetta er alltaf jafn pirrandi að fá svona 2 myndir. Já. Góð vörn, vel forvinn. Og Dagmar á Þóru og Þóra í gegn og skorar. Snöggar fram hana. Það var flott. Fyrsta tempo. Og færingarnir gera á Jón Jónesen. Skorar. Já. Flottur hornamaður Jón Jónesen. Já. Skemmtilega skottstíl. Áræðin. Við sjáum alveg að færingarnir eru alveg tilbúin til að keyra á okkur. Já. Og líka klókar hana og Þóra sem var að skjóta og satt eftir að sækja einmitt þeim megin sem að Þóra satt eftir. Já. Já. Þetta var stór skref. Þetta voru skref. En allt í góðu, bara næsta vörn. Já. 16-12 eftir korter í seinni. Við erum að halda flotta varnarleik. Þetta dagur tekur við það. Já. En þá skorur að leikmaður um 27 Fjóla Skálum. Já. Flott mark hjá henni, annar markið hennar. En þriðja. Maðurinn er kominn inn. Mér finnst við vera að slúta svolítið snemma í sóknunni þegar við erum einu færri, en hrikalega flott mark hjá Ragnhildi. Já. Nú verður hann ekki þarna. Nei. Hún er hörku skytta. Má láta aðeins meira finna fyrir sér hérna í varnarleiknum. Já. 2 mínútur. Frábær finta hjá Silju. Já. Skildi þarna eftir Lídíu og Ágústa kom aðeins og seint í hjálpavörnina. Sif kemur inn á. Já. Freist þess að verja vítakastið. Og Sifir. Er þetta. Já, og þá ákveður bara að skipta. Sif bara heldur. Já. Færingarnir eru komnar mjög aggressíva 6-0. Já. Já. Og þarna er Þóra fljót að skipta. Já. Anita ætlaði nú að dundra hann fram á Jón Jónesen. Herra Háttamann, Færinga.
Þá kemur leikmaður út af Helena og nú 5 inn á Ró Reynsdóttir. Þar Sara á. Rétt, það var góð varnarleikur. Tómasson, þá skulum hvernig liðin okkar. Þá það fáum við Ísland eða Kaíró. Já, smá hik á stelpunum okkar. Og hann byrja við stimplur, flott. Losa þarna. Dagur tekur leikinn, sammála degi. Ég held að sé að vera still í 7. Hann örugglega bara aðeins að skerpa á þessu. Kaíró 2 sé ég. Já. Sé vel á töfluna hjá þeim. Mig grunar bara að Agnar sé að reyna að negla trú í það bara að þær eiga að koma sér nær markinu og vera miklu ákveðnar í öllum árásum. Ég held að það sé svona skilaboð sem Agnar Jóhannesson færingurinn er að gefa stelpunum sínum. Brottvísunin búinn, hann er bara áfram gagn. Sif komin í markið. Já, sjáum við það. Leik í leysa. Já, og Ró Reynsdóttir. Þannig sáum við færiskar heiminn hjá mér. Það er flottur. Já, þakka fyrir. Ró var ekki búinn að hita upp, þannig að hún fekk smá aðeins í öxlina, sá ég. En hún hristir þetta á sér. Já. Og kemur, já, Kervis í dag var búinn að byggja um. Og þetta óheppin Lydia, óheppin. Þannig að ég satt vel að sjá bara Sólveig garga á boltan. Já, sammálaðir. En áfram gakk. 17-14 eftir 19 mínútur. Og skemmtileg sending frá Sara og Jóhann Jóhannesson. Þetta er bara einn uppáhaldsleikmaður minn. Hrikalega skemmtilega skot til. Það voru svolítið sóndi. Já, sammálaðir. Skulum við tengja liðin okkar, hvað gengur í sig hérna? Þetta fáum við sama hérna. Jú. Já. Þetta fannst mér vel gert. Já, Lydia, hún er öflug að sjá þessa sendingu. Senda beint niður í horn. Það var bara áfram veginn. Já, sjáum hérna. Og frábær. Var í hjá Sif. Það færisku, þær eru fljótar upp. Já. Báðir hornamennir. Og það eru okkar hornamenn líka. Já.
góð vörn. Góð vörn, þarna risti Ró inn og síðan aftur út. Þetta var skemmtileg. Þetta var Silfrið bara ekki klár. Nei. Það er frábær sending. Skemmtileg hugsun. Já, frábært spil. Þetta bara að klára færin. Já. Komast í flott færi. Og þá kemur Ró. Já, og setur færin að taka breytingu í markmannum. Já, Dagmar. Og Dagmar í gegn. Og úti tvær. Og Gilda ver frábærlega. Já. Þetta er bara hérna á endan á milli. Já. Já. Það voru örugg á punktinum. Þær taka ekki markmanninn út. Eins og fyrir í leiknum. Frábær finta hjá Fjólu Skalum. Vilhelm. Frábær finta, sterk finta. Það svaldi flattar. Sterkur stelpunar. Sjáum hérna að geta minkað í 2. 6,5 eftir. Og finnst þú vera að koma allt og öðla á okkur. Já, líka hérna hinn. Fjóla. Já. Hinn eins og áðan. Það var að gera þeim þetta auðvelt fyrir. Það eru í undirtölu í sókn. Það eru að vera þéttari saman og fljótari í hjálpavörnina. Þetta viljum við. Sif. Það er Sif að koma honum snögt í leik, en aðeins léleg sending. Hann vantaði bara smá að setja niður. Já. Óheppin Anna-Lydía, fínt skot. Jæja, við þurfum að fara að fá boltan inn í netið. Fimm mínútur eftir, 3 marka munur. Þetta er ennþá leikur hérna. Frábær innlýsing hjá Ró Reynisdóttir. Hún fær bara að komast hann óreitt. Og þær eru duglegir þessu, þær eru að hlaupa svolítið undir okkur. Hotamennin þurfa að vera aðeins neðar, klárar að dribba innlýsinguna. Nítján 17, 25 mínútur búnar að seinni hálfleik.
Já. Markmann Dagur vill fá horn. Ég held að markmann hafi núna gilt af henni á að snerta hann. Já. Gilda. Rakel missir manninn, Sölvi þarf að hjálpa, þá línumann laus. Einsmark munur. Karin Beð. 3,5 eftir. Já, frábært skot. Þá Lydia Gunnþórsdóttir. Færiski bekkurinn mitt fór skref. Það var mikilvægt mark. Nú var að standa vörn. Já. Frá. Já, ég held að Sif hafi nú að snerta þennan. Já, setjum þetta á Sif. Karin Beð, línumaður Færeyinga, þetta er stór og sterk stelpa, það er hrikalega öflugur línumaður. Já. Það faraði bara í. Það eru mann og Þórey í gegn og Gilda fyrr. Já, fótur. Hún hefði mátt gera eins og í gær oft, þar sem hún bara sett hann svona lausan yfir hausinn. Alexandra stígur á línu. 2 marka munur. 2 mínútur eftir. Og Agnar tekur leiklega. Já. Hann ætlar að fá mark úr þessari sókn. Já. Sjáum hérna. 2 mínútur eftir. Já, við dettum niður í 6-0. Já. Dagur svona að reyna að koma óvart út úr leikliðinu. Og Fjóla Skálum. Hann þurfum bara að hjálpa mikið. Og Kitty fer í 3-3. Yfir með boltan. Já. Kristbjörn skorar. Og Þóra og aftur. Mark.
22-19. Og Þetta er komið. 2 snögg mörk. Gripinn. Og Skref á Þóru. Já, ég sá þetta ekki. Og 2 mínútur. Á Þóru. Já, hendir leiklisspjaldinu. Það er gott að sé skapið Þóru. Það er til. Það skiptir ekki öll miklu máli. Það sem eru... Já, góður. Já, flottur íslensku sigur. Já. 22-19. Þetta verður spennandi að fylgjast með þeim í sumar. Ég ætla jafnvel að mæta á nokkra leiki. Ég er staddur hana úti. Já, ég verð hana líka. Þannig að ég og Herbert verður til hans og traust. Já, við erum tilbúinir í slæginn. Þannig að, en frábær, 2 sigrar og gott að fara með bara sigur. Já, og líka bara mikilvægt að fá svona leiki. Spilaði 6-0 fyrir leikinn og 5-1 núna, þannig að búin að prófa báðar varnir og svona, þannig að þetta er bara flott hjá þeim og verður gaman að fylgjast með þeim á European Open. En við þökkum kærlega fyrir okkur. Við sjáumst aftur 16:30. Já. Þar er 18 ára landsliðið. Að mæta færum líka, þannig að við bara sjáumst hressir og kátir þá. Já. Verið sæl. Takk.